Sérstæða Seyðisfjarðar áhuginn að lifa lífinu. Það rosa lifandi samfélagina. Það eru allir tilbúnir að vera með í öllu, alveg sama hvað viðburður eða ekki viðburður það Bara á kvöldin þá fólk út að labba á götunum. Það hreyfing, það líf. Þannig að það og svo náttúrulega húsin og umhverfið. Þú farið ekki fallegri bæjarstæði og bæjarstæði með líf og fegurð. Það gerist ekki betra. Hostelið Hafaldan hluti af farfuglakeðjunni Hæ Hostel. Var stofnað 1975, elsta fyrirtækið í bænum sem starfandi af Þóru Guðmundsdóttur. Ég partur á Hótel Öldu hópnum. Það ég og máminn sem eigum þetta. Við rekum 3 hús með gistingu og 3 veitingastæði. Þetta svona byrjaði sem lítið fyrirtæki, orðið aðeins stærra. Við erum komið 65 manns í vinnu á sumrin og svona, það stór hreyfing á þessu. En hugmyndin á bakvið alltaf að endurlífga gömlu húsin. Leyfa þeim að lifa og koma þeim í notkun. Gamli spítalinn kom til Seyðisfjarðar 1898 og eitt elsta hús á Seyðisfirði. Var vinnustaður margra og flestir á Seyðisfirði fæddust á Gamla spítalanum. Það mjög þakklátt að Norræna komi og sigli hingað með þessa gesti og gerir Seyðisfjörð að einhvers konar höfn sem mikilvægt og hefur komið Seyðisfjörð á kortið og bætir einhverju við virkilega. Með Ratsjáni hefur mjög gott að bara fara yfir það, hvað erum við að gera vel og hvað erum við ekki að standa okkur eins vel. Og mjög mikilvægt fyrir svona lítinn rekstur þar sem að eigandinn búinn að draga sig meira út úr þessum almenna rekstri og ég sem framkvæmdastjóri sé reksturinn að mestu leyti og ein að mörgu leyti oft þá að tala við sjálfa mig að það mjög gott að fá þennan spegil og þetta ofsalega flotta verkefni. Ástæðan fyrir ég vil fara Ratsjón að skerpa á því sem að gera, fá kannski staðfestingu á einhverjum hlutum, maður vonar það allavega, en líka fá sýn annarra vegna sem maður kannski í svona rekstri, maður svolítið mikið ofan í pottunum sjálfur að hræra, þannig að maður gleymir stundum yfirsýninni. Þetta fór langt fram úr mínum vonum.